Ég segi fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3505 og fyrir okkur liggur dagskrá í 4 liðum. Ég vil í upphafi fundarinnar minnast Ingibjargar Ragnheiðar Magnúsdóttur, fyrrum bæjarfulltrúa á Akureyri og skrifstofustjóra í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. En hún andaðist á hjúkrunarheimilinu Grund að kvöldi 20. janúar síðastliðinn, 98 ára að aldri. Ingibjörg fæddist 23. júní 1923 á Akureyri. Hún lauk gagnfræðaprófi frá MA íþróttakennarannámi frá Íþróttaskóla Björns Jakobssonar á Laugavatni 1943 og húsmæðraskólanámi í Uppsölum í Svíþjóð 1948. Þá lauk hún prófi frá Hjúkrunarskóla Íslands 1961 og stundaði framhaldsnám í hjúkrunarkennslu og spítalastjórn við Svíplægjaskúlinn í Árósum 1964 til 65. Síðan lauk hún stúdentsprófi við öldungadeild með MH. Ingibjörg kenndi fimleika á Siglufirði og í Reykjavík, sund á Suðureyri, í Miðfirði og víðar. Hún tók við stöðu hjúkrunarforstjóra við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri þegar hún útskrifaðist úr hjúkrunarfræðináminu og var þar í 10 ár. Hún kom á fót fyrsta sjúkraliðanámi hér á landi og brautskráði fyrstu sjúkraliðana vorið 1966 og fann raunar upp nafnið sjúkraliði. Hún var einn af brautryðjendum námsbrautar í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og gegndi stöðu námsbrautastjóra 1975 til 1990. Árið 1971 tók hún störf í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu og var skrifstofustjóri frá 1989 til 1993. Ingibjörg var varabæjarfulltrúi á Akureyri kjörtímabili 1966 til 70 og var kosin aðalfulltrúi í bæjarstjórn Akureyrar 1970 og gegndi hún því þar til hún réðst til starfa í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu mitt ár 1971. Bæjarstjórn vottar aðstandendum Ingibjörgar samansýna leið og henni eru þökkuð störf í þágu bæjarfélagsins. Og þá göngum við til dagskrár, fyrsti liður á dagskrá, Hofsbót 2, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér mál liður 6 í fundargerð skipulagsárs dagsett 27. janúar frá 2022. Hofsbót 2, umsókn breytingu á deiluskipulagi, auglýsingu deiluskipulagstillögu í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 lokið. 4 athugasemdir bárust, auk umsagna frá Minjastofnun Íslands og Norðurorku. Í ljósi athugasemda við auglýsta skipulagstillögu leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að hún samþykki fyrirliggjandi tillögu að breyting á deiluskipulagi miðbæjar Akureyrar með þeirri breytingu að 5. hæð fyrirhugaðrar byggingar við Hofsbót 2 verði felld út úr tillögunni. Skipulagsfulltrúa var falið að útbúa drög að umsögnum efni athugasemda í samræmi við umræður á fundinum sem lögð eru fram hér við afgreiðslu málsins. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lauk í máli sínu, orðið er laust þannig leið sem enginn hefur hvatt sér hljóðsið sem geta samþykkt þess tillögu og gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að öðrum lið á dagskrá, safnastefna Akureyrarbæjar, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Safnastefna Akureyrarbæjar og aðgerðaráætlun henni meðfylgjandi er lögð fram til samþykktar í dag en þetta var liður 8 í fundargerð bæjarráðs þann 2. desember 2021. Málið á sér ansi langan aðdraganda en menningarstefna Akureyrarbæjar rann út árið 2018 og ég tel fulla ástæðu til þess að fara aðeins yfir aðdraganda þessarar vinnu. Í október 2018 var ákveðið að í stað þess að fara í heildarendurskoðun á menningarstefnunu að leggja áherslu á að það yrði forgangsmál að ljúka við þann hluta stefnunnar sem að snýra safnamálum en það helst í þeim kafla ýmislegt óljóst og aðkallandi að skýra. Stjórn Akureyrarstofu sem þá var og hét ákvað að mynda undirbúningshóp vegna þeirra vinnu og drög að ramma fyrir mótan safnastefnu var kynnt á stjórnarfundi Akureyrarstofu í desember árið 2018.
Þar var lagt upp með að markmið safnastefnunnar væri að ljóst sé hvert Akureyrarbær stefnir í safnamálum, að marka stefnu fyrir þau söfnsýningar og söguleg byggingar sem nú þegar eru á ábyrgð Akureyrarbæjar að öllu eða verulegu leyti, að nýta fjármagn svo vel sem kostur vera leiðbeinandi ákvarðanir aðkomu Akureyrarbæjar að söfnum, safnavísum og sýningum í bænum, hvaða skilyrði þau þurfa að uppfylla svo til greina komi að styðja þau eða taka við þeim. Setja móttöku nýrra safna eða stuðning við söfn í annarri eigu í skýran og faglegan farveg og leggja fram skýra forgangsröðun í uppbyggingu og fjármögnun safna og sýninga. Í stöðumati þá kom fram að á Akureyri eru 18 söfn, sýningar og safngripir, sum rekin af Akureyrarbæ en aðra með stuðningi frá Akureyrarbæ og aðrar án nokkrar aðkomu Akureyrarbæjar. Það verklag sem tók við var að það var sett á laggirnar verkefnisstjórn og ráðin utanaðkomandi fagaðili til að fylgja verkinu eftir. Lögð var áhersla á að gera úttektir á núverandi starfsemi safna, sýninga, safnvísa og sögufrægra húsa. Settar voru upp vinnusmiðjur með víðtækri þátttöku hagsmunaaðila, stjórnmála, bæjarkerfis og áhugafólks þar sem leitast var eftir svörum við nokkrum lykilspurningum. Tillaga undirbúningshóps að vinnuramma vegna safnastefnunnar var lögð fram í febrúar árið 2019 og þá lögð fram tímaáætlun sem gerði ráð fyrir endanleg útgáfa yrði tilbúin í lok árs 2019. Stjórn Akureyrarstofu tilnefndi Sigfús Karlsson, Finn Dúa Sigurðsson í verkefnisstjórn fyrir hennar hönd en auk þeirra áttu sæti í verkefnisstjórninu þau Vigdís Rún Jónsdóttir, tilnefnd af Eyþingi sem þá var og hét, Haraldi Ingi Haraldssyni frá Listasafninu á Akureyri, Kristínu Sóleyju Björnsdóttur, tilnefnd af Menningafélagi Akureyrar og Guðbjörgu Ringsteð sem tilnefnd var að fulltrúa minni safna. Sigríður Örvarsdóttir var ráðin verkefnisstjóri hópsins og fyrstu drög að safnastefnu voru lögð fram í desember árið 2019. Ýmsum gögnum hefði þá verið safnað, meðal annars gerð viðhorfskönnun meðal bæjarbúa, fagleg og fjárhagsleg staða var greind og drög að aðgerðaráætlun lögð fram. Það kom strax fram að safnastefnan væri stefnumótandi áætlun sem væri ætluð til þess að aðstoða bæjaryfirvöld við ákvarðanatöku vegna reksturs og starfsemi safna sveitarfélagsins. Stefnan leggur megin áherslu á söfn sem eru að verulegu eða öllu leyti á ábyrgð Akureyrarbæjar. En hún fjallar einnig aðkomu sveitarfélagsins á söfnum sem eru í rekstri og eigu annarra. Stefnan fjallar móttöku safna og miðlunarleiðir til fjölmenningarsamfélagsins sem þau starfa í, til gesta af innlendum og erlendum uppruna og það jafnrétti sem skal hafa viðhaft við rekstur þeirra. Stjórn Akureyrarstofu lagði í upphafi árs 2020 fram nokkrar athugasemdir og áherslur í vinnu við texta og þá sérstaklega áherslu á einföldun hennar. Þá samþykkti stjórn að hafi verið samtal við aðra stofnanaðila minjasafnsins fýsileika þess að sameina sögu og minjasöfn sem eru að verulegu eða öllu leyti fjármögnuð af Akureyrarbæ og eða varðveita mikilvæga sögu bæjarins. Auk þess sem samtal við stofnanaðila iðnaðarsafnsins sýndi fram á verulegar breytingur þyrfti að verða á umgjörð safnsins væri ætlunin að halda þeirri starfsemi áfram. Þá lá fyrir aðgerðaráætlun sem gerði ráð fyrir auknum árlegum rekstrarkostnaði safnamála á Akureyri fyrir 36 milljónir króna árlega. Á þessum tímapunkti má segja að það hafi komið töluvert hik í vinnuna. Miðað við fjárhagsstöðu sveitarfélagsins var ekki talið líklegt að slíkur aukinn rekstrarkostnaður yrði samþykktur í fjárhagsáætlunarferli, COVID var skollið á og öðrum en þessu verkefni var forgangsraðað framar. Í apríl árið 2021 samþykkti síðan stjórn Akureyrarstofu þau drög sem þá lágu fyrir ásamt aðgerðaráætlun og óskaði eftir því að þau drög yrðu lögð fram til kynningar hjá hagaðilum. Ýmsar athugasemdir bárust eftir það ferli og var stefnan samþykkt í stjórninni í júní árið 2021 og vísað til umfjöllunar í bæjarráði. Bæjarráð óskaði þá eftir umsögnum ungmennaráðs og öldungaráðs og tók stefnan einhverjum breytingum eftir þær umsagnir, auk þess sem stefnan tók nokkrum breytingum vegna stjórnkerfisbreytinga og rekstrarlegs aðhalds sveitarfélagsins. Var lokaútgáfan samþykkt í desember árið 2021. Ástæða þess að ég að rekja þessa sögu kannski ekki síður sem ákveður svona lærdómsferli sem að þessi stefnumótun hefur verið að minnsta kosti í mínum huga, en að framangreindu ljóst að þessi fæðing var dálítið erfið á þessari safnastefnu. En núna, loksins liggur hún fyrir sem auðvitað gleðiefni. Yfirskrift stefnunnar söfn fyrir alla þar sem að megin áhersla lögð á að íbúar sveitarfélagsins sem skrifi sögu bæjarins séu eigendur safnanna. Íbúar séu af ýmsum uppruna, kyni og með ólíka lífsskoðanir og hafi ólíka félagslega stöðu og í því ljósi lögð áhersla á að söfnin geri söguna aðgengilega fyrir alla, þar með talið gestir sem búa við ýmiss konar hömlur eða fatlanir.
Einnig en ekki síður lögð áhersla á ólíkar leiðir til að miðla arflegðinni með aðgengilegum sýningum, hafa upplýsingar, sýningatext og leiðsagnir og fleiri tungumálum en íslensku, meðal annars við mótun heimafólks af erlendum uppruna. Grunnhugsun stefnunar eða söfnum beri sérstaklega skylda til að rækta menntunarhlutverk í starfi sínu og að laða til sín fjölbreytta safngesti úr því samfélagi eða héraði eða samfélagshóp sem safnið þjónar, eða hvert safn þjónar. Samskipti þetta samfélag og ræktasemi við arfleifð þess eru samofin menntunarhlutverki sérhvers safns, en þetta í samræmi við siðareglur ICOM fyrir söfn. Sérstök áhersla er lögð á aðgengi barna í bænum og spil safnastefnunnar og Akureyrar sem barnvæns sveitafélags. Auk þess að horfa til nærsamfélagsins er sérstök áhersla lögð á fjölmenningu og ferðamenn undir yfirskriftinni söfn og saga fyrir alla. Megin markmið stefnunnar skiptist í nokkra flokka, þar að segja öruggur rekstur, samvinna og sameining, söfn, sýningar, sögulega byggingar og menningarminjar sem fjármögnuð að verulegu eða öllu leyti af Akureyrarbæ, önnur söfn, safnvísar og sýningar og svo móttaka nýrra safna og sýninga. Í hverjum kafla er sett fram leiðarljós og leiða til þess að ná fram því leiðarljósi auk þessum horti til árangusmats, eftirfylgni og endurskoðun stefnunar. Þá kemur fram að söfn taki þátt í félagslegum og pólitískum breytingum samfélaga þar sem félagslega stofnanir sé að ræða. Þau skulu vera hluti af daglegu menningar samfélag í samtali við fólkið sem í þeim býr, í samvinnu við ólíku samfélagshópa, önnur söfn og ýmsar stofnanir og láta sig jafnframt samfélagslega heilsu varða. Í meðfylgjandi aðgerðaáætlun safnastefnunnar eru leiðir skilgreindar nánar auk þess sem ábyrgð, framkvæmd, tími og kostnaður er settur fram. Ábyrgðin er sett á hendur nokkurra aðila, bæjarstjórn, bæjarráð, umhverfis- og mannvirkjasvið, atvinnu- og menningadeild og söfnin sjálf gegna veigamiklu hlutverki við að fylgja eftir þessari stefnu. Mikilvægt er að þeir ábyrgðaraðilar sem ræðir taki þá ábyrgð alvarlega. Nú liggur fyrir að nauðsynlegt er að hefja vinnu við heildarendurskoðun á útrunninni menningarstefnu og geri ég ráð fyrir að bæjarráð hefji þá vinnu eins fljótt og auðið er. Ég bind vonir við að við tökum umræðu stefnuna og aðgerðaáætlunina henni tengda hér í dag og auðvitað að stefnan og aðgerðaáætlunin verði samþykkt, en ég vil þó leggja til eina smávægilega breytingu í bókun að við kaflanum móttöku nýrra safna bætist við í A-lið eftirfarandi texti, hópurinn skilar skriflegu rökstuddu áliti til bæjarráðs af lokinni vinnu sinni. Þannig að hér er þetta lagt fram og þá eftirfarandi bókun, bæjarstjórn samþykkir safnastefnun og aðgerðaráætlun með 11 samhljóða atkvæðum, reynist það rétt, þó með þeirri breytingu að í kaflanum með móttöku nýrra safna bætist við í A-lið, hópurinn skilar skriflega rökstuddu áliti til bæjarráðs af lokinni vinnu sinni. Ég bara bind vonir við að við eigum líflegar umræður safnastefnuna og þakka fyrir mig. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur við máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Byrja því að þakka bæjarfulltrúi Hildu Jönu fyrir yfirferðina á stefnunni og í framhaldi af því vil ég bara fagna því verulega að þessi stefna sem komin fram. Ég held að hún skipti gríðarlega miklu máli og ég veit að margir hafa beðið eftir henni með eftirvæntingu því að kannski með þessari stefnu erum við að svara þó nokkuð spurningum sem að hafa legið á okkur síðustu árin varðandi þennan geira. En ég vildi aðeins impra á nokkrum atriðum. Ég kannski fyrsta lagi fannst mér verulega sláandi að sjá inn í stefnunni niðurstöður úr könnun þar sem að hlutfall erlenda ferðamenn sem sögðust ætla á söfn í ákveðnum stöðum á Norðurlandi að það séu niðurstöður að einungis 15% hafi huga að skoða söfn á Akureyri en síðan eru tölur upp undir 61% í öðrum sveitarfélögum í kringum okkur og sem segir mér að bæði að það séu sóknartækifæri fyrir okkur eins og kemur þarna fram en líka að við í rauninu mínum huga bara við verðum að gera betur þarna því að við erum með mjög flott söfn og því engin fyrirstaða að við ættum ekki að ná til ákveðins markshóps hjá erlendum
ferðamönnum með því að markaðssetja okkur enn betur. En eins vil ég bara fagna því að með þessari stefnu séum við svona að horfa í átt til lendingar á að finna farveg fyrir iðnaðarstefnið. Því ég veit að við erum öll sammála hér að þar erum við að tala safn sem mjög mikilvægt í sögulegu samhengi. Og þannig að ég mjög ánægð að með stefnunni séum við að koma því í farveg og vona að þeir sem hafi lagt gríðarlega mikla vinnu í það safn og í sjálfboðavinnu síðustu árin taki þessari niðurstöðu fagnandi því að þarna verið að halda lífi áfram í því. En mér finnst líka bara að fagna því að það sé þarna komið ákveð verklag varðandi móttöku listaverkagjafa og aðkomu bæjarins að söfnum eða safnvísum. Það eru náttúrulega stóru spurningarnar sem hafa legið á okkur síðustu árin, hvernig að meðhöndla það þegar það kemur upp. Þannig að mér finnst það bara vel unnið þarna og góðar tillögur sem eru settar þarna fram. En svo bara svona lokum, ég hefði viljað ganga enn lengra og hef svo sem sagt þá skoðun mína áður á opinberum vettvangi varðandi sameiningar í safnageiranum. Og hefði viljað kannski sjá greiningu á kostum og göllum þess að sameina listasafni við menningarfélagið. Eins og kannski tillögur voru upphaflega þegar menningarfélagið var sett saman, en ég held að þar liggi mörg samlegðar tækifæri, en ég sé svo sem ekkert að ég sé að koma í veg fyrir það að það verði hugsanlega skoðað í seinni framtíð þó að ég samþykki þessa stefnu, því að í heild sinni stefnan bara mjög góð og ég get samþykkt allt sem þar inni þó ég hefði viljað ganga lengra. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni, næst til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir góða kynningu og góða vinnu við að gera safnastefnu og aðgerðaáætlun. Það var svona tvennt sem við langaði að nefna og annars vegar svipað eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund var að ræða hversu spennandi og áhugaverð eru söfnin okkar og eru þau að styðja við markmið okkar að öðru leyti varðandi til dæmis ferðamennsku, atvinnusköpun og fleira. Og mann finnst svolítið að ef við svona mála sterkum litum að segja að sum söfnin séu aðalega að geyma eitthvað gamalt drasl sem að höfða kannski ekki rosalega mikið til fólks. Ef við berum saman við til dæmis Eurovision safn á Húsavík eða jafnvel Vesturfarasetur eða ýmislegt annað sem mætti nefna. Þannig að ég hvet frá okkur og þá sem að halda utan um menningarmál og framtíðarstjórnmálamenn á Akureyri að hugsa vítt og breitt hvað sé hægt að gera varðandi þetta. En svo langar mig líka að nefna bara almennt þessi söfn að svo hefur verið bent á að safn eitt og sýning annað og kannski getum við gert meira við að flétta saman sýningar og nota það mjög svo góða sýningarhúsnæði sem við höfum á nokkrum stöðum í bænum, jafnvel þá fyrir sýningar frá öðrum söfnum og hugsa þessa samvinnu. En svo í þriðja lagi langar mig að koma svona með þá almennu hugleiðingu hvort að þetta sé besta leiðin til að varðveita minningar og gera fólki og sögunni hátt undir höfði að geyma hlutina. Það mjög íþyngjandi og heilmikið vesen, sérstaklega við til dæmis tölum iðnaðarsafni þar sem eru stórar vélar eða heilu skipin. Og ég bara velti því svona upp hvort það væri jafnvel betra að varðveita þetta með ljósmyndum og rafrænum fróðleik, svona í takt við tæknina og tíðarandann. Og það væri þá líka miklu auðveldara að veita öllum jarðarbúum þess vegna aðgengi að þessum skemmtilegu hlutum rafrænt. Ég svona varpaði fram til hugleiðingar. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni, næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara taka undir þakkir til Hildu Jönu og annarra þeirra sem hafa
unnið þessa stefnu af því að hún þetta tekið greiðlega langa tíma en það hún líka bara viljana lagt held ég svona að ráða í þetta og gera þetta með þeim hætti sem var gert og sem stjórnarformaður iðnaðarsafnsins þá vil ég nú bara komin í þessa umræðu svona út frá þeim vinkli og segja að mér finnst þessar hugmyndir sameiningu minjasafns og iðnaðarsafns mjög áhugaverðar. Safnið, sko, ég held að, ég allavega áttaði mikið á því fyrir en ég tók að mér þetta embætti að vera í formennsku þarna, hversu ótrúlega magnað þetta safn og hversu magnað þetta starf sem hefur verið unnið þarna. Og eins og ég held að öll söfn eiga einhvern veginn rætur sínar í einhverjum sem var svona dálítið framsýnn það að halda upp á muni sem að öðrum finnast drasl og ég held að sem eðlilegt að í safni eins og iðnaðarsafni þá sé meira til en minna því að það sagan sem að sker síðan úr hvað merkilegt og hvað ekki þannig ég held að þessi safnastefna sem að hefur verið svona unnið eftir þar síðustu áratugina sé raunveru góð sko að safna meira en minna og síðan allt þetta grisja. En varðandi sko ég held að sé mitt alveg ótrúlega mikil tækifæri í svona sameiningum, samlegð og samvinnu, þú veist hvernig formi sem við finnum út af því það auðvitað við getum ekki setið hér og sagt að þessi söfn eiga að sameinast af því að við erum ekki einu eigendur í minjasafninu og þetta eitthvað sem að þarf að þróa áfram en ég gríðarlega jákvæð fyrir þessu af því að þrátt fyrir að iðnaðarsafnið hafi verið unnið á alveg svakalegri fórnfýsi og í miklu sjálfboðastarfi þá hefur það auðvitað liðið fyrir bara skort á mannafla og svona fagstarfsfólki þannig ég held að sú samlegð eigi eftir að verða í iðnaðarsafninu til mikils góða, það að segja svona það verður mikil faglegur styrkur í því og mér svona líka mjög umhugsað svona þróun og það auðvitað að tala í stefninu að verður rætt svona þróun í bara leiðsögn og upplýsingagjöf til gesta og það auðvitað bara erfitt ef ekki ómögulegt að vinna það svona undir einhverju svona skortsaðstöðu eins og hefur verið á iðnaðarsafni. Ég ætla samt að segja ykkur frá því og það nýja fréttir í dag að því að í fyrra þá var nú ákveðið að þá hafði iðnaðarsafni ekki fjármagn til þess að vera með starfsmenn á launum þannig að það var sjálfboðaliði úr hollvina hópnum sem að tók það að sér að stýra safninu sjálfboðavinnu síðasta ár og við vissum að það myndi taka enda núna áramót enda ekki áneitt leggjandi að stýra slíku starfi í sjálfboðavinnu til langs tíma en nú hefur verið fundin leið til þess að ráða inn starfsmann í samvinnu við virk þannig að við erum að fara að fá inn starfsmann sem að safnið hefur fjármagn til þess að standa undir allavega fram á haust þannig að þetta eru mikla gleðifréttir og líka bara sko, í hnotskurn sýnir þetta það sem að býr í þessum hollvinasamtökum iðnaðarsafnsins sem ég bara get ekki lofað of mikið því að það er bara ótrúlega magnað hvað fólk gerir á einhvern veginn hjartanu og þeir trúir á hluti. Þannig ég held bara að segja ég sko ótrúlega jákvæð fyrir þessu öllu og held að við ættum alltaf að vera að skoða samvinnu, samstarf og samlegð og með því augnamiði að fá sem mest út úr hlutunum. Það er óbærslega mikið reynsla og alls konar þekking sem að leynist víða sem að inn í okkar stofnunum og þar með talið söfnum sem að væri bara hægt að nýta miklu betur. En svo vil ég segja líka því að það eru áhugavert þetta með ferðamennskuna að það sé ekki fleiri erlendi ferðamenn sem vilji hafa í huga að sækja söfnin okkar að auðvitað hafa söfnin fyrst og fremst tilgang í sjálfu sér, þú veist, í því að halda upp á söguna. En auðvitað eigum við að gera sem mest úr því fyrir aðra og þar held ég að við alveg óbúslega mikið verk bara óunnið í markasetningu og þar þurfa söfnin okkar að vera saman í liði og standa saman og nýta kraftana saman. Það er svona það sem að mér finnst mikilvægast í þessu akkurat núna. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara taka undir með þeim sem að hér hafa talað. Þakki til Hildi Jönu og
kannski líka taka bara undir með orðalagi hennar loksins. Þetta er náttúrulega búið að taka mjög langan tíma og vera lengi í smíðum en hér komin svona tiltölulega gott plagg safnastefnu okkar og hvernig við sjáum þetta þróast hjá okkur. Það aðeins verið rætt hér hvort við sem höfðar til ferðamannsins og Sóley kom ágætlega inn á það hér áðan að þetta fyrst og fremst að hugsa að varðveita arfleifð okkar og sögu og mikilvægt í rauninni að söfnin séu til þess að þjónusta samfélagið okkar hér. En vissulega sóknartækifæri eins og bæjarfulltrúi Eva benti á í því að ná ferðamanninn minn á söfnin og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða í til framtíðar en ég held að sé alveg sóknartækifæri því. Hins vegar langaði mig bara til að taka þetta máls út af því þessari aðgerðaáætlun sem við erum með og benda okkur sérstaklega á 7. lið í aðgerðaáætlunum sem snýr að því réttlætismáli að ríkið komi að rekstri skáldahúsanna hér á Akureyri. Og við erum svo sem að berjast fyrir því mjög mörg ár, frá því að ég byrjaði bæjarstjórn fyrir tæplega 12 árum síðan, að þá hefur þetta verið á dagskrá árlega, en hins vegar hefur lítið áorkast, en þó gerðist eitthvað í haust eða við síðustu fjárlagagerð þegar að sigurhæðir voru komnar í einkarekstur og þá virtist vera losnað fjármagn hjá ríkinu til þess að styðja við þá starfsemi. Og mér finnst að við þurfum aðeins að brýna klærnar og reyna að berjast fyrir því að fá bara árlegt framlag með rekstri þessar skáldahúsa. Við erum hérna með 3 af merkilegustu skáldum þjóðarinnar. Hús vegna þeirra, ég meina Davíðshús, Nonnahús og Sigurhæðir og við höfum reynt án árangurs að fá framlag til rekstri þessar húsa á sama tíma veit ég til þess að víða land þar sem eru minni sveitarfélög og þá ríkið að leggja til fjárframlag með slíkum húsum. Ég held að þetta eigi að verða eitt af helstu baráttumálum okkar á þessu ári og ég held að bæjarstjórn sem nú ætti að taka þetta mál upp áður en við förum frá og senda nú áskorun í eitt skipti fyrir öll á ríkið og okkar þingmenn að þeir berjast nú fyrir því, þeir virðast hafa náð þarna inn fjármagni vegna sigurhæða en við erum líka að tala Davíðshús og Nonnahús og ég held að við ættum að einhenda okkur í það að reyna að tryggja það að ríkið komi að þessum skáldahúsum eins og við teljum réttlætanlegt eins og fram kemur í aðgerðaáætluninni. Annars bara safnastefna fín, auðvitað er náttúrulega alltaf hægt að finna eitthvað sem að manni mætti vekja hugsanlega eitthvað öðruvísi en svona heilt yfir ágæðstefna og ég samþykkja það sjálfsögðu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsinn, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessar umræður, þær eru mikilvægar. Ég benda einmitt á að safnastefnunni það eru þessi 3 þættir sem horft sérstaklega á, það að segja hlutverk gagnvart nærsamfélagi, fjölmenningu og síðan ferðamönnum. Og hver þáttur kannski svolítið ólíkur í eðli sínu og skiptir máli að horfa á hann út frá því. Varðandi samstarfssafna að þá var á vegum SSNE gerð greining á verkefnir í stefnumótandi byggðaáætlun sem unnin út sem heitir ábyrgðasöfn og það var gerð góð skýrsla sameiningu og samvinnu safna á starfsvæði SSNE þar sem hvet ykkur eiginlega til að lesa því að það er þarna fullt af hugmyndum og inn í þetta kemur í rauninni inn í aðgerðaáætlun að hluta til liður 5 í aðgerðaáætlun að öll söfn sveitarfélagsins verði hvött til enn frekari samvinnu sín á milli í gegnum safnaklasa og vinna þar saman að viðburðum og kynningum og söfn bæjarins verði leiðandi í virku þverfaglegu samstarfi og gjarnan við miðlun og þróun og nýjungu sviði safnafræða. Þetta hefur ákveðna vísun þá stefnan og aðgerðaáætlun í þessa úttekt sem að gerð var á sínum tíma og í hvet þá sem að hafa svona velt fyrir sér þessu samstarfi, sameiningum og svo framvegis að kíkja svolítið á þetta og gá hvort þeir fáið ekki eitthvað innblástur. En eins og ég segi þá við gerð safnastefnuna var höfuð áhersla lögð á með mikilli einföldun að standa vörð það sem verið að gera án þess að leggja til miklar nýjungar en einmitt hluti ræddir eins og þá aðdráttarafl gagnvart ferðamönnum og þá
ýmsar hugmyndir ræddar í því samhengi en engar sem ekki kostuðu neitt sérstaklega mikið. Þannig að það svona þröngt sniðinn stakkur, en ég alveg viss að það mikill vilji til þess komi góðar hugmyndir. En ég held að þetta það kemur mér eiginlega óvart að þetta virkar eins og tiltölulega einfaldur málaflokkur, svona, eða þegar maður heyrir hann fyrst, en þetta aðeins þetta svolítið dýpra og dálítið mikið á gögnum sem gott að rýna og ég bara hlakka til að fylgja þessari áætlun eftir inn í bæjarráði og alveg sammála því að það fullt af sóknarfærum, bæði að laða ferðamenn í samstarfi og samvinnu og ég geri bara ráð fyrir því að þetta sé ein varða á þeirri leið og þeirri þróun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokimálsins orðið laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðstöð sem geta samþykkt stefnuna, aðgerðaáætlunina og svo þessa viðbót í bókunina, gefur merki. Það 11, takk fyrir það og þá komið að 3. lið á dagskrá, en það húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lagði fram liður 6 í fundargerð bæjarráðs dagsett 27. janúar 2022 en þar var lögð fram endurskoðuð húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar en málið var áður á dagskrá bæjarráðs 16. desember síðastliðinn. Bæjarráð vísaði húsnæðisáætlun til afgreiðslu bæjarstjórnar. Gerð húsnæðisáætlunar byggð á reglugerð húsnæðisáætlun í sveitarfélaga frá 2018 en þar segir í 1. grein með leyfi forseta. Sveitarfélög skulu gera húsnæðisáætlun til 4 ára í senn, skal hún byggja á greiningum þörf fyrir íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu með tilliti til mismunandi búsetuforma. Við greiningunar skal meðal annars skoða framboð og eftirspurn eftir mismunandi búsetuformum og hvort jafnvægi ríki á húsnæðismarkaði. Þá skal meta þörf fyrir húsnæði til að mæta þörfum einstakra hópa svo sem fatlaðs fólks, aldraðra, tekju- og eignaminni og námsmanna, auk húsnæðisþarfar á almennu markaði. Tilvitnun lýkur. Í reglugerðinni ennfremur kveðið á að sveitarfélög skuli árlega meta þörf og endurskoðun húsnæðisáætlunar. Húsnæðisáætlun var unnin hér hjá Akureyrarbæ í samræmi við framangreinda reglugerð og lögð fyrir og samþykkt í bæjarráði 28. febrúar 2019. En bæjarráð lagði áherslu á með bókun að ný húsnæðisáætlun yrði unnin á árinu 2020. Ljóst var að þær húsnæðisáætlanir sem sveitarfélög voru að vinna þarna á árinu 2019 voru afar mismunandi og allt frá þeim tíma hefur verið leitast við að samræma framsetningu sem hefur leitt til þess að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sett upp staðlað form og húsnæðisáætlanir sveitarfélaga verða þannig stafrænar og í stöðluðu formi frá og með árinu 2022. Húsnæðisáætlun sem hér lögð fram því unnin í sameiginlegu gagnagrunni Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Hún byggir á ákveðnum forsendum og að mínu mati skref í rétta átt og mun geta nýst komandi bæjarstjórn við skipulag og áætlanir. Hins vegar geta forsendur auðveldlega breyst og nægir að nefna íbúaþróun og eftirspurn og vissulega þetta ekki gallalaust plagg. Það gefur okkur vísbendingar miðað við gefnar forsendur og ég sannfærður að með tímanum þegar vinna slípast að þetta eftir að koma að miklu gagni við framtíðarskipulag og áætlanagerð. Bæjarstjórn ber að staðfesta húsnæðisáætlunina og hún hér lögð fram til umræðu og samþykktar. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson loki máli sínu, orðið laust þennan leið. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka Guðmundur Baldvin fyrir kynninguna. Mér finnst þetta bara ástæða til þess að fagna því að þessi stefna sé lögð fram og það eitt í henni sem að mér langaði svona sérstaklega tvennt kannski að nefna sem við höfum verið að fylgja eftir sem að leigu- og búseturéttar íbúðum sem reknar af neytendafélögum án hagnaðarsjónarmiða verði gefinn skilgreindur forgangur og dreifist sem mest á milli svæða. Þetta mikilvægur punktur sem ég held að sé gott að hafa inn í stefnunni eða áætluninni, húsnæðisáætluninni. En það kemur einnig fram að það sé markmið sveitarfélagsins varðandi íbúðauppbyggingu að stefna að því að sem flestir geti stundað atvinnu og iðju sína innan göngu- eða hjólreiðafjarlægðar með það markmið að minnka neikvæð áhrif á notkun einkabílsins á umhverfið. Lögð skal áhersla á að þau verðmæti sem felast í því að stór hluti þéttbýlisins í göngufjarlægð frá miðbænum og nauðsynlegri þjónustu.
Fullnýta skal byggingamöguleika á þeim svæðum áður en uppbygging hefst á svæðum sem eru lengra í burtu. Við endurskipulagningu byggðar skal leita að kostum til þéttingar byggðar og stuðlað að endurnýtingu vannýttara lóða og svæða með starfsemi sem loki yfir hlutverki sínu. Ég er sammála þessu markmiði okkar, mér finnst það gott og vildi bara draga það hérna fram til þess að minna okkur kannski öll á að hafa þessi markmið sérstaklega í huga þegar að ákvarðanatöku kemur hjá okkur, til dæmis í skipulagsmálum. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka þér bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin fyrir kynninguna og mig langar að draga fram kannski það sem er þó aukaatriði almennt í þessum húsnæðisáætlunum því að þær fókusa náttúrulega mest á að það sé til hæfilega mikið af heimilum fyrir fólk, alls konar fólk og í alls konar stöðum. En það líka svolítið komið inn á öðruvísi húsnæði, það að segja orlofsíbúðir og þess háttar. Og ég vil árétta það að ég tel að við hérna á Akureyri stöndum frammi fyrir stóru tækifæri í uppbyggingu á frístundahúsnæði af því að eins og hefur komið fram Akureyri langvinsælasti innanlands áfangastaður ferðafólks, það að segja fólks frá suðvesturhorninu náttúrulega fyrst og fremst. Og þetta að nýta okkur og bæði almennt fyrir byggingariðnaðinn sem að hefur komið fram að einn af okkar höfuðatvinnuvegum hérna á Akureyri og líka notfæra okkur þetta til að styrkja miðbæinn og auka framboð af íbúðum þar, bæði til búsetu og eins og Hilda Jana benti réttilega á, bæjarfulltrúi Hilda Jana, en líka orlofsíbúðirnar og til að við maður leggja meiri rækt við þær því að af þeim hljótast auðvitað mikil margfeldisáhrif alla vegana. Ferðafólki verslar í verslunum skilur eftir mikla peninga, verslunum og veitingastöðum og í afþreyingu og sérstaklega einn angi af þessum orlofsíbúðum sem að við höfum lítið lagt rækt við sem eru vandaðar og dýrar íbúðir. Það kannski þessi landlæga hófsemi eða málbúaháttur okkar hérna á Akureyri að finnast það eitthvað skammarlegt eða asnalegt að það séu til íbúðir sem að kosti meira en 60 milljónir en nútíminn orðinn þannig og verðskinn höfuðborgarbúa að það sjálfsagt mál að reyna að bjóða þeim hérna upp á íbúðir sem að kosta 100 milljónir eða 200 eða bara hvað sem þau vilja. Við maður reyna að leggja okkur eftir því og þá stendur okkur auðvitað nærri að skipulagið okkar gefi færi á því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka Guðmundur Baldvin fyrir hans yfirferð og ég fagna því mjög að þetta sé komið fram. Þetta mjög gott vinnuplagg fyrir skipulagsráð til að vinna með til næstu ára og bara þessi vinna bara mjög flott og fagleg. Ég tek undir með það sem Andri var að tala með orlofsíbúðirnar að þessi áhersla okkar, við erum í ákveðnu sóknarfæri, það búið að vera mikil sala hjá okkur í svona íbúðum sem sagt í sumar og við eigum ennþá meiri tækifæri þarna og við eigum að styðja við þetta því að þetta skapar bara aukna hagsæld í bænum okkar. Þannig að ég alveg sammála því en að öðru leyti bara fagna þessu þetta sé komið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, þannig þegar við erum að ræða íbúðamál þá getum við ekki hort fram hjá því að það sem bæjarfulltrúi Andri kom inn á að Akureyri mjög vinsæll staður til að eiga íbúð sem sumar leyfisdval og stað og það kemur fram í skýrslunni að það 11,4% af íbúðum á Akureyri eru í eigu einstaklinga sem ekki eru eða félagssamtaka sem ekki eru með skráð lögheimili hér, þannig að það má segja að séu 1000 íbúðir á Akureyri í dag þegar í eigu sem sagt, aðkomu eða eins og segir hérna sem sagt að
að það sé í eigu fjárfesta, félagasamtaka eða annar aðila sem ekki með skráð lögheimili á Akureyri. Og það búist við því að þetta hlutfall haldist og þannig að það má búist við því með aukinni uppbyggingu að þá haldi allt áfram að aukast fjöldi íbúa í eigu slíkra aðila sem bara gott og ég alveg sammála bæjarfulltrúa Andra og bæjarfulltrúa Þórhöllu að þetta skiptir máli fyrir okkur. Það fullt af tækifærum hérna sem að Íslendingar hafa áhuga að sækja, við nefnum bara aðstæðanir hér upp í Hlíðarfjalli og alla útivista aðstöðu sem til fyrirmynda hér á Akureyri. Þannig að bæði sumar og vetur og þannig að þetta eitthvað sem við eigum að horfa til. Og ég líka alveg sammála Andra síleitunum til að það ekkert að því og má ekki vera neitt feimnismál þó að við séum þó að framleiða verði dýrar íbúðir hér og þar bæinn sem að fólk vil kaupa. En ég sé viss það að verktakar sjáu tækifæri í því. Það bara verið mikill uppgangur og sala í slíkum íbúðum á liðnu ári eins og Þórhallur bæjarfulltrúi benti á. Þannig að ég held að þetta sé bara enn og aftur jákvæð skýrsla fyrir okkur og nýtist okkur vel og ég held að það sé bara mikil sóknartækifæri á Akureyri komin til framtíð í þessum málum og ég sé bara áfram Akureyri. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson, loki málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrenda Einarsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja þegar að taka undir orðið síðasta ræðumanns að ég held að sóknartækifærin séu mikil. En og tek undir það sem hefur verið rætt orlofsíbúðirnar en mig langar aðeins að varðandi félagslega húsnæðiskerfi hjá okkur. Að því við margrættum á okkar fundum að reyna að búa til þann farveg að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og ein af þeim leiðum að hjálpa fólki þá að eignast félagslega íbúðina sem að fólki býr í. Við rættum að koma þess að stað, þannig að ég bara spái að þetta ekki komið í farveg að mér vitandi, hvað þarf til og kannski Ásthildur veitir meira en ég því. En að því að við höfum nefnt að Árborg hafi farið þessa leið en ég heyrði í gær að Kópavogsbær líka að gera þetta. Þannig að ég ekkert viss að þurfum ekki til að við getum gert þetta. Og mér þykir eiginlega synd við höfum ekki farið fyrr af stað þegar vextir voru lágir. Að þá var einmitt kjörið tækifæri að fara af stað með þetta. Nú fara reyndar vextir hækkandi þannig að kannski erfiðara fyrir fólk að fara þessa leið. En ég held samt við ættum að koma bara strax í farveg að þetta verði ein af þeim leiðum sem við sem sveitarfélögum munum bjóða upp á því að ég held að ég maður gera allt til þess að hjálpa fólki til að komast einmitt úr félagslega kerfinu yfir í eigin húsnæði eða annað. Að bæjarfulltrúi Eva Hrenda Einarsdóttir loki máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Kannski aðeins til að bregðast við þessu hjá bæjarfulltrúa Evu varðandi hvað við viljum gera í þessum efnum. Þetta hefur vissulega verið rætt hjá okkur margoft, svona bara í okkar hópi, að þetta gæti verið ein leið til þess í rauninni að fólk gæti eignast sína eigin íbúðir. Það fólk sem í félagslega kerfinu, mögulega þarf það að vegna aðstæðna að hugsanlega láta fara úr því vegna þess að aðstæður hafi breyst. Kannski vill fólk kaupa þessa fasteignir, það eru ýmsir möguleikar. Ég held að við þurfum fyrst og fremst að bara taka þetta fyrir formlega. Við þurfum bara rauninni að bara taka mál í bæjarráði eða skiplar eða einhvers staðar í kerfinu hjá okkur. Ef við viljum fara þessa leið og taka bara opinská umræðu þetta og þá bóka það ef við viljum og teljum að þetta sé leið sem rétt sé að fara. Það þarf náttúrulega að skoða hlutina frá öllum hlíðum. En vissulega vitum við til þess að sum sveitarfélög hafa verið að fara þessa leið og ég held að hún sé alveg möguleiki hjá okkur að skoða þetta. Það alltaf einn og einn sem í þeirri stöðu að vilja fara, hugsanlega eigna sína eigin íbúð og þarna getur við góð leið fyrir viðkomandi til þess. Þannig að ég held að við ættum að skoða þetta og það þarf þá bara að taka fyrir formlega. Takk fyrir. Að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég man eftir einu dæmi þetta núna á kjörtímabilinu og þá háttaði þannig til að
að fólki var komið upp fyrir tekjumörk, það að segja hagur þeirra hafði vænkast og launin voru komin yfir viðmiðunarmörk og þau keyptu sína íbúð frekar en að fara út úr kerfinu sem var bara mjög farsælt og ég tel þetta mjög áhugavert og ekki bara þá fyrir þetta fólk og annað fólk sem á möguleika að koma undir sig eigin fótum, heldur skapar þetta þá líka svigrúm fyrir okkur að kaupa íbúðir í staðinn og saxa á biðlistanum yfir þá sem eru kannski í brýnni þörf og eru á biðlistan. Þannig að við getum slegið 2 flugur í einu höggi jafnvel. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokimálsins, næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ein vangavelta inn í þessa umræðu. Ég var að velta því fyrir mér, við gerum svona húsnæðisáætlun. Hvernig eitthvað samstarfið nágranna sveitarfélögin okkar? Við eigum náttúrulega töluverða sameiginlega hagsmuni með nágranna sveitarfélögunum varðandi bæði uppbygging og vöxt þess svæðis og náttúrulega gríðarlega auk þess sem að það að koma margir ferðamenn að hversu mikið íbúum nágranna sveitarfélagin að fjölga sem að einmitt líka nýta innvið og þjónustu á Akureyri og við hjá þeim og svo framvegis. En mér langaði svolítið að spyrja við þessa gerð eða í framhaldinu, sjáu þið fyrir ykkur samvinnu eða samstarf eða samtal húsnæðisáætlanir sveitarfélagana sem liggja hvað næst hvert öðru? Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máli sínu, orðið laust, næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Við gerð þessara húsnæðisáætlana þá hefur ekki verið samtal eða samvinna við nágranna sveitarfélögin. Hins vegar eru náttúrulega öll sveitarfélög í landinu að skila inn þessari samræmdu áætlun. Og ég held að þetta, þegar allir eru komnir með sama staðlaða stafræna formið, þá ég vissulega að það gefur möguleika til samtals og samvinnu milli sveitarfélaga. Ég held að það liggi alveg augum uppi. Þannig ég held að það sé eitthvað sem að menn geti skoðað til í framtíði. Þannig að fyrst og fremst þetta núna verið að fá sveitarfélögin til að fara inn í þetta staðlaða form og geta síðan unnið með það. Þegar menn eru konum með, eins og maður segir, einsleitt gögn eða gögn sem tala saman og þá gefur þetta tækifæri. Ég vil líka bara taka undir það sem bæjarfulltrúi Andri kom inn á áðan að þetta hefur verið gerst eins og hann benti réttilega á, en það sem mætti velta fyrir sér hvort að við eigum í rauninni að fara markvisst í þetta að bjóða fólki upp á þetta. Þetta hefur komið upp þegar aðstæður hafa breyst hjá fólki, en það getur verið að við séum þarna með fólk úti sem að hefur áhuga en kannski veit ekki og átta sig ekki á því að tækifæri til staðar og við ættum, ef að vilji okkar til þess að bjóða upp á. En það gefur okkur líka tækifæri eins og bæjarfulltrúi Andri benti á að endurnýja húsakostnaðinn og húsakostnaðinn hjá okkur og það langur biðlisti og gæfi okkur líka tækifæri ef þetta færi þennan feril. Það myndi alltaf skapa tækifæri til að kaupa einhverjar íbúðir þess. En svo ég segi þetta náttúrulega aldrei stór hópur sem myndi geta nýtt sér þetta en skapar vissulega tækifæri. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu, orðið laust. Þau fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa húsnæðisáætlun gefur merki. Það eru 11. Þá koma 4. liður á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjórn til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það orðið þó nokkuð liðið síðan ég flutti ykkur skýrslu störf bæjarstjóra síðast og því að nógu taka. Hér aðeins það helsta sem vert að nefna. Mig langar að geta þess að skömmu fyrir jól þá fór ég heimsókn í Skógarlund þar sem 46 fatlaðir einstaklingar njóta þessar mundir þjálfunar í virkni og hæfingu. Það var afar áhugavert og ánægilegt að kynnast betur því góða starfi sem þar unnið. Mánudaginn 3. janúar átti ég fund með dómnefnd í opinni hugmyndasamkeppni keppnislýsingu fyrir nýtt skipulag á Torfnesbryggju. Tillögum verður skilað inn í lok mars og verður spennandi að sjá hvernig uppbygging á nýju hafnarsvæði í miðbænum verður háttað. Fyrsta skóflustungan að nýju Holtahverfi var tekin 5. janúar síðastliðinn og enginn vafi leikur á að það á eftir að byggjast upp afar eftirsótt hverfi á ótrúlega fallegum stað í bæjarlandinu. Síðustu vikunar hef ég átt fundi með ráðum bæjarins þar sem kynntar eru stjórnsýslubreytingarna sem gengu í gildi áramótin og breytingar á samþykktum ráðanna. 10. janúar fundaði ég með fræðslu- og lýðheilsuráði, 12. janúar með skipulagsráði og síðan velferðarráði og loks umhverfis- og mannvirkjaráði föstudaginn 28. janúar.
Þetta voru aðeins nokkri þættir í starfi mínu síðustu vikunar, en hér í lokin finn ég mig knúna til að nefna niðurstöðu þjónustukönnunar Gallup sem kynntar voru fyrir okkur í síðustu viku. Þar kom berlega í ljós að viðhorf bæjarbúa til þeirra þjónustu sem við veitum hefur versnað töluvert á milli ára. Auðvitað þetta ákveðið áfall fyrir okkur, en leið fagna ég því að sjá svart og hvítu hvar við þurfum helst að taka okkur rögg og setja undir okkur höfuðið og bæta þjónustuna. Við erum strax byrjuð að undirbúa það, sviðsstjórar og starfsfólk bæjarins, og ætlum að leggja okkur fram við það að laga það sem þarf að laga. Það er verðugt verkefni fyrir sveitarfélagið og alla starfsmenn þess. Takk fyrir. Það er bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 14., 20. og 27. janúar. Bæjarráð 20. og 27. janúar, fræðslur og lýðheilsuráð 24. janúar, skipulagsráð 26. janúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 21. janúar og hægt er að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið